Árið 2010, ár sem kannski margir muna vel eftir, þá varð eldgos á Fimmvörðuhálsi fyrst. Áður en að menn vissi að það myndi verða eitthvað Eyjafjallsjökulsgos, þá var þar gos sem stóð frá mars til apríl 2010 og myndaðist þar svona ágætis hraun og fallegur svona hraunfoss. Og bara nokkrum dögum eftir að það byrjaði gosið, þá fórum við nokkrir að ganga til þess að líta á hraunið. Þar fór ég meðal annars með honum Danna og Erik og fleirum og við fórum að ganga upp og keyrðum bara austur að Eyjafjallajökli og það sem gengur upp Fimmvörðuháls og hindar. Og þetta tíminn þar sem að margir fóru bara aðhendu upp á gallabuxum og síðan kom vont veður og þeir vissi ekki hvar þeir voru og þurftu að fara í skála og fá hjálparsveitarmenn til þess að finna þá. Þannig að við vorum nokkuð vel búnir og svona margir sem voru þannig hafa nú ekki farið oft áður upp að ganga. En þetta svona dágóð ganga, mann í hvort það voru 15 kílómetrar upp og síðan aftur tilbaka. En æðislega fallegt, við keyrðum hana eftir að flest voru búnir í vinnu og síðan fórum að ganga kvöldið og það var svona falleg og hvítur snjór, tunglskinið kom þegar við fórum að nálgast upp þegar komið síðla kvölds og löpuðum inn í nóttina og alveg hvíti snjórinn endurspeglaði tunglskinið og birtuna rosalega vel. Það var svona eins og væri stundum lestrarhæft og síðan náttúrulega eldgosið líka þannig að sjást ennþá meira. Og við löbbuðum upp og fórum þangað og skoðum þetta vel og vandlega og tókum myndir og síðan var einhver sem að koma aðeins síðar svo ég ákvað að fara aðeins fyrr tilbaka og fá að ganga aðeins fyrr. Það nætti ekki að vera þarna svolítið mikið lengur. En málið þannig að þegar maður að ganga í eina átt og snýr síðan við, þá lítur allt öðruvísi út þegar þetta gangi hina áttina. Öll svona einkenni sem maður sá og maður sá því að það var fjall hér og þarna var einhver gjóta og eitthvað svona. Þegar þú snýrði við, þá lítur þetta ekkert eins út. Plús það að þegar það komið myrkur og svona, þá sést það ekki jafn vel. Þannig að ég labbaði tilbaka og vissi ekkert hvað ég var að fara. Hinir strákarnir voru með GPS-tækið. Þannig að þetta var ekkert sérstaklega góð leið. Þannig endaði með að ég var bara komin eitthvert og sá einhvern skála og ætlaði bara að fara inn og bíða þar. Það var reyndar svolítið gott viður, þannig að það var ekkert hættulegt. En eftir ég kom að einhverju brattri brekku og svona sá ég að komin bara eitthvað alveg út í eitthvað rugl. Þá sá ég eftir þessu að vera farandi svona einn. En ég sá loksins bílana sem að voru að koma og voru fleiri að koma upp á svona snjósliðum og stórum jeppum, þannig vissi ég ok, þeir eru að koma hérna, þá hlýt ég hafa gengið hana, svo við fundum leiðin okkar tilbaka og fann skálan sem við hittumst allir í og komst heim. En það svona með manna, og sérstaklega kannski mig, þegar ég er að fara í einhverja göngur, það ganga svona misvel, hafa ekki alltaf heppnast eins og maður hefur planað, en ég er enn á lífi og nýti senn að fara út og ganga. Sálmurinn sem hann Kiddi las fyrir okkur, ef þið flettið upp á því, þá stendur fyrir ofan hann að þetta sé helgigönguljóð eða helgigöngusálmur. Og í sálmabókinni eftir sálm 119, sem er rosalega langur sálmur sem að tekur fleiri blaðsíður, 176 vers. Þar byrjum við að fá sálma frá 120, 21, 22 og alveg fram á 134 sem eru kallaðir helgigönguljóð. Kannski pælti ég einhvern tímann hvað í ósköpunum eru helgigöngur. Eru þetta einhverja pílagrímsgöngur eða hvað er í gangi? En sálmanir 120-134 eru svona 15 sálmar sem að mynda svona sér sálmabók, þessi helgigöngusálma eða uppgöngusálmar eins og er líka kallað. Og það talið að fólk, þegar að Ísraelsmenn sem að bjuggu í öllu landinu fóru að safna saman 3 á ári til Jerúsalem, þá komu allir sem að gátu gangandi til Jerúsalem og þá þeir hafa sungið þessa sálma á þeim tíða. Því að Jerúsalem liggur allra borga hæst í Palestínu, mörgum 100 metrum yfir sjávarmáli. Svo ganga pílagrímanna var að miklu leyti upp á við, þess vegna er þetta kallað uppgöngusálmar.
eða helgigöngu sálmar. Og á þessari ferðalagi sem allir menn áttu að fara 3 ára ári, allavega samkvæmt reikningunni, nú veit maður aldrei hvernig hlutinni gerist í raun og veru, þá eru þessi sálmar hughreysting og hvatning á ferðalaginu. Svona svolítið tákmynd fyrir trúa lífið, sem einhvers konar ferðalag gegnum lífið. En við skulum líta sérstaklega aðeins á Sálm 121. En ég ætla aðeins að lúta höfði fyrst. Kæri Drottinn, við biðjum þig að vera með okkur núna og gefa okkur skilning á betur á orði þínu, svo við getum lært af því að það megi vera okkur líka hughreysting og huggun og styrkur hér í dag, eins og það var svo mörgum í gegnum tíðina. Við biðjum þig þess og þökkum í Jesú nafni. Amen. Þegar að við göngumst, hvað maður að segja, tökum Krist sem frelsar eða segjum já við Guð og reynum að fylgja honum, þá kemur oft svona hugmyndin að hlutinni muni ganga vel fyrir sig og að núna munum við gera rétt og þegar að erfiðleika koma þá sé allt í lagi, við séum reiðubúið fyrir því og kannski bara jafnvel komið þeir í minna magni. En oft hinn fyrsta prófraun kristninnar að við höfum einfaldlega rangt fyrir okkur þegar að kemur að þessu. Að hlutinni koma alveg eins illa fram við okkur eins og kemur fram við alla aðra. En Sálmur 121, sem ég veit að er oft svona uppáhalds sálmur margra einstaklinga, segir okkur á trúarferðalaginu að kannski séum við að fara rangt á þessu og hvernig við sjáum hlutina og bendir okkur hljóðlega á betri leið. Ef við kannski byrjum okkar, eins og þeir farið sitt ferðalag til Jerúsalem, við förum í okkar trúarferðalag og hrösum harkalega, við byggumst við einhverju öðru, við horfum til svona betra lífs og með augun á svona nýju Jerúsalem og eitthvað svoleiðis, en lendum í hremmingu og hlutinni fara illa og gangi ekki alveg eins og manni finnst Guð vera fjarri eða hvað sem er, þá förum við að horfa í kringum okkur til þess að finna hjálp. Eins og sálmurinn segir, ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Fyrir göngumanninn þá eru nefnir sálmurinn að það séu 3 hættur sem að koma sérstaklega fyrir. Og ég lesið 3., 4., 5. og 7. vers. Þá segir hérna, hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki, nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýli þér, hann er þitt til hægri handar, og daga mun sólarhittin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Af þeim 3 hættum sem að kannski geta komið sérstaklega þegar menn er á göngu, þá er rosalega leiðinlegt og hættulegt þegar þú ert að ganga að þú misstígir eða ekki satt. Þetta er svona raunveruleg hætta. Þú ert kannski að ganga einhvers staðar langt á milli landsluta eða ganga Laugaveginn eða eitthvað svona sem að taka 3-4 daga og síðan lendur í að snúa þér ökklan. Það er ekki svona skemmtilegt. Það getur verið rosalega mikið vesen. Eins og hér er minnst á í sálmunum. Aðri hluti sem að því miður er ekki kannski stórvandamál á Íslandi, það er sólarhitinn, ekki satt. Út að ganga í heitu landi og sólin skín og þetta er langt ferðalag og margardaga ferðalag og kannski er bara sólin að skína allan tíman. Og þá getur verið hætta á sólsting. Og það er oft þannig þegar maður lesa reikningu sem er skrifuð á svona, heitum stað við miðbauginn að við hefum kannski erfitt að tengja, en margir Íslendingar hafa kannski reynt þetta í sólananda ferðum að koma heim að lenda í að fá smá sólsting. 3. sem að er minnst á, eða maður getur tekið úr þessu, er eitthvað sem við kannski tengjum ekki neinu. En það er hættan á einhverjum svona andlegum veikindum sem að geta komið þegar maður er á ferðalagi. Þú ert að ferðast út örmagna, það kemur streita og koma kannski einhver svona, maður geta látið hugfallast eða andleg erfiðleiki koma með. Enda er hér minnst á, sko 7. versi, daga mun sólhittin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Nú, er tunglið að fara að vinna fólki mein nætur og hafa áhrif á það? Nú, þekkið þið kannski ekki orðið svona gamalt
ekki gamalt, orð sem ennþá til staðar í ensku til dæmis, eins og lunacy, sem við þýddum kannski beinþýðum tunglveiki. Það náttúrulega bara átt við geðveiki eða andleg veikindi, en luna þýðir einfaldlega bara máni eða tungl. Og í gamla daga þá héldu stjörnuspekingar að fullt tungl gæti haft áhrif á ýmsa taugasjúkdóma eða geðsjúkdóma. Af því á nóttinni það átti að vera dimmt, ekki satt, en þegar það var svona fullt tungl þá var næturljósi bjartara og það gat kallað, sögðu þeir og héldu, og framkalla ýmis einkenni sjúkdómana, svo sem flogaveiki eða geðhvarfasýki, og þeir tengdu það saman við að tunglið myndi hafa þessi áhrif á fólk. Og fólk heldur ennþá því dag í dag að tunglið hafi ýmsi áhrif á líðan fólk og plantna, þá eftir að ég kaupi það nú ekki. Það var ekki fyrir árið, ég tók eftir því þegar ég var að skoða þetta, það var ekki fyrir árið 2012 orðið til dæmis lunatic, eða tungsjúkur, geðveikur, var tekið úr öllum svona alríkislögum í Bandaríkjunum og skrifað undir í lok ársins að þetta skildi frekar nota orðið of unsound mind eða ekki heill á geði, svona taka nútíma væða tungumálið. En þetta á sér svona rosalega langa sögu að hugmyndinar að tunglið hafa einhver áhrif. Og þessi 3 atriði, að láta fót sinn skrika, að lenda í að sólin að brenna mann eða tunglið eða einhver andleg veikindi sem að koma, geta hent göngumannin. En við getum svo sem uppfært listan yfir okkur, við erum ekki að ferðast í heitu landi í marga daga í átt að Jerúsalem, en á ferðalagi okkar hér getum við hvað sem gerst. Það þarf bara einhvern brjálæðing með einhverja byssu sem að setur heilt hverfi meira sig í bænum hjá okkur á hvolf, eða nokkra bakteríur sem brjóta sér í gegnum varnir líkamanns og valda stór skaða hjá okkur. Bara stutt bílferð getur enda með langvarandi meðslum vegna óvarkárs ökumanns sem við ráðum ekkert og alltaf þegar við erum að fara, hvað sem í okkar lífi, þá spennum við beltin, við fylgjum öryggisreglum og við leyfum að lifa heilbrigt svo við fáum ekki sjúkdóma og halda okkur frá einhverju sem hættulegu. Það getur enginn lofað okkur neinu 100% öryggi hér, því það ekki allt bundið við okkur. Engu að síður, þegar að sálmaskáldi að tala þetta, þessa göngu og göngumannin og helgigönguljóðinu, þá segir hann lætur ekki fótinn skriðna, sólarhitinn mun ekki vinna þér mein. Nú veit ég það að gott kristið eða trúa fólk hefur misstígu sig eins og aðrir og ökla brotna eða það deyr úr þurrki í eyðimörkinni eins og aðrir og fæðir veik börn sem að deyja eins og aðrir. Þá sálmaskáldið að ýkja hér eða hef ég kannski rangt fyrir mér, kannski var þetta allt vont fólk? Ég held nú ekki. Þar sem að þetta þekktasti sálmurinn í ritningunni og hefur verið vinsæll í gegnum árhundruðin eða þúsundin, þá hlýtur að vera að hann hafi haft svo mikið praktískt gildi fyrir svo marga. Hann hlýtur að segja eitthvað sem að margir trúaðir einstaklingar í gegnum tíðina hafa tengt við sitt líf og við sína eigin göngu við sálminn. En aftur að upphafsversunum. Þar segir: ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá drottni skapara himins og jarðar. Ef ég hef augum mín til fjallana, hvað sé ég þar? Á Íslandi sé ég kannski fallega tinda sem að hafa staðið fastir gennum aldana meðan annar hefur skólast í burtu og bæirnir hafa komið og farið og fólkið en fjöllin hafa staðið. Þú getur séð fjallslínuna glæsilega, en hér verið að tala eitthvað annað. Gyðingurinn sem að las þetta þegar þetta var ritað, hann myndi kannski ekki alveg sjá það sama og við sjáum þegar við lítum til fjallana. Allt var þar morandi í gegnum tíðina í fjallslíðunum í skurðgoða dýrkun. Ef einhver hefur lesið í gegnum Gamla testamentið og tekið eftir því þar aftur og aftur verið að minnast á það sem kallaðar fórnarhæðir eða high places á ensku. Ég man því að ég var að byrja að lesa þetta í gegnum ritninguna og ég sagði: af hverju alltaf að tala um einhverja fórnarhæðir? Ég held að þeir fórnuðu bara einhvers staðar í Jerúsalem í helgidómi. Það alltaf að vera að bölva þeim fyrir að fara og hinga á þessa fórnarhæðir. En málið að vinsæl hjáguðadýrkun fór einmitt fram upp á hæðunum.
Menn gyðingar sem að bjuggu í Ísrael, þeir fóru kannski eins og við sögum 3 ári á ári til Jerúsalem, þar var helgidómur, þar voru fórnir færðar, en segjum svo að þú komst kannski ekki alltaf og komst bara einu svona ári, en þú virkilega vildi gera eitthvað. Þú hugsaði, nei, ég þarf að gera eitthvað til þess að hlutinni gangi betur og fórna einhverju til þess að friða eitthvað. Þá voru allstaðar víða trjálundir og einhverja lautir þar sem altari voru og litli staðir byggðir til þess að tilbiðja og svona í anda nágranna þjóða þeirra, þá voru þarna vændiskonur og vændiskallar sem voru til hjálpa, sem að gátu hjálpa þeim að auka frjósemi landsins og alls konar tilbeiðsla sem átti að vernda því frá þessu og hinu. Varst að fara ferðalag og varst hræddur að sólin myndi stinga of mikið. Heyrðu, farðu bara til hana sólarprestins og færðu þar fórn og þá reddast þetta. Varstu hræddur að tunglið myndi bara alveg núna vinna þig mein og nætunar, þá færðu að tala bara við tungprestinn og ef þú hræddur að einhverjir andamuni fara í steinin og láta þig hrökkla og snúa þig rökklan, þá ferðu bara og reynir að friða það. Þess vegna talar alltaf svona vara svo mikið við í reikningunum að þessi fórnarhæðir séu staðir sem það ættu ekki að fara. Því að hjálp þeirra væri ekki í fjöllunum, einhvers staðar upp á hæðunum þar sem að skurðgáðdýrkurinn heldur hjá drottni sjálfum. Þess vegna segir hann, ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur hjálp mín? Kemur hún frá Baal? Kemur hún frá sólarprestinum? Söguna sem við höfum einmitt Baal eru svona frekar grófar sögur. Hann var svona frekar mikið fyrir kynnsvall og drakk frekar mikið og þess vegna var hann fyrir svona, drykkjarsvefn. Hann svaf svolítið mikið, það gæti verið erfitt að vekja hann. Þið þekkið kannski söguna Elía þegar hann stendur upp á fjallinu og hann er að reyna að kveikja eld og síðan eru hinir að gera það líka og Elía gerir grín að þeim þegar þeir eru allir öskrandi og hrópandi og skera sig. Ætli ekki að hrópa aðeins hærra, ég held að hann sé ennþá sofandi út af því að það er það sem hann þekktur fyrir. Og til þess að vekja hann, til þess að hann myndi gefa sína rigningu sem að gæfi landinu frjó, þá þyrfti þú að gera ýmsa hluti líka til þess að hvetja hann til þess að gera sína frjósemi. Það er tengt svona einhverju svalli. Og þetta hefði gyðingurinn séð þegar hann leitaði til fjallana. Hvaðan kemur mín hjálp? Hún kemur ekki frá fjöllunum, ekki frá hinu eða þessu, hún kemur frá drottni skaparanum. Ef þú hefur augun til fjallana í leita hjálp, segir hann, þá verður þau bara vonsveitin. Eins falleg og fjöllin eru, þá eru þau náttúrulega bara fjöll og hversu góð sem að lofar sólarpressins eða spákvænana örugg á göngunni eru, þá er það náttúrulega bara lygi. Þess vegna sér þetta í reikningunni að Jeremía spámaður orðar þetta til dæmis svona. Sannarlega er það blekking sem að heyrist á hæðunum eða fjöllunum, hávaðinn frá fjöllunum. Það sem að, þetta er nú kannski aðeins gert barnavænna textin hérna. Hann er að tala hávaðinn sem að heyrist frá þeirra svalli þar. En í dag horfum við ekki til fjallana eða Baals til hjálpar, enda búum við ekki í Ísrael og ekki eru það nákvæmlega þjóðir okkar sem að gera það. En oft horfum við til alls annars en Guðs til hjálpar. Allavega það kemur að einhverju svona smá hlutum og einhverju vesunni sem við vitum að drottinn sjálfur, hann mun ekki hafa kannski áhrif og áhuga á því. Við skulum ekkert ónáða með það. Hvort sem það eru svona, önnur trúarbrögð, einhverju sérstakir gúrúar sem við höfum, heilsugúrúar eða hvað sem er, spekimenn, fræðimenn og einhverju svona hjálpir. Margt af þessu kannski ágætt, en við beinum augum okkar ekki til þess sem er hæstur og ofar öllu öðru því hann hefur skapað alla hluti. Sálmur 121 sem við lesum, hann segir að hjálp okkar finnist ekki í hinu skapaða. Trú sem að tilbuðu sólu og stjörnun og blómin og trú sem að lítur til fjallara og til auka hluta einhvers annars. Í stað þess beinir hún sjónum sínum á drottinn skapara himins og jarðar því að, viti menn, hann er ætíð vakandi, hann þarf ekki að vekja né hvetja til þess að gera góða hluti. Og það segir einmitt þetta, þegar þú ert að skoða þetta, hann verndar okkur ekki bara stundum heldur allan tíman. Daginn þá eru komin aðeins í endan á sálmunum, þegar að segja drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína, hann mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Frá útgöngu okkar og inngöngu, eða bara frá því að þú núna og alla tíð.
Hann drottinn alla náttúru og yfir öllum kröftum heimsins. Sólin og steinar hafa ekki yfirnáttúrulega hæfileika, drottinn hefur þá. Hlutinir geta ekki valdið okkur einhverju illu, því að drottinn minn varðveita okkur frá því. Svo loforðið praktískt. Það ekki að við munum ekki snúa ökklan eins og aðrir og að engin veiki eða sjúkdómar eða slys muni henda okkur. Loforðið það, þegar þú lest í sálmunum, að engin veikindi, engin óhappastig, engin sár eða slys muni hafa illt vald yfir okkur eða það geti aðskilið okkur frá Guði. Því að Biblían svona frekar hreinskilin þegar hún kemur að í lífi hins trúaða manns. Hún birtir ekki svona, hvað heitir þetta í íslensku, prosperity gospel, það sem allt mun ganga vel ef þú bara biður nógu mikið og elskar Guð nógu mikið og gefur einhverjum nógu mikla peninga. Aldrei lætur hún líta út að lífins trúaða hafa einhverja undanþágu frá erfiðleikum sem aðrir fara í gegnum, en það loforð að vernda okkur frá hinu illa í þeim. Meira að segja í faðirvorinu þá biðjum við, leið oss ekki í freistni heldur, frelsa oss frá illu, sem eftir vill uppfyllt í lífi hins trúaða á hverjum einasta degi. En í sálmunum þá fókusin einmitt á Guð en ekki mann. Ef þú lest sálmun í gegn, þá kemur orðið drottinn, 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 drottinn 5 sinnum fyrir og það ekki svona hans eigna nafn, en síðan líka talað hann sem vörð. Vörður þinn blundar ekki, hann blundar ekki og sefur ekki, vörður Ísraels. Drottinn vörður þinn. Hann mun vernda þig og vernda sálu þína, varðveita útgöngu þína, sem svona svipuð hugmynd og svipuð orð. Og hann varðveitir útgöngu og inngöngu þína alla tíð. Þannig að drottinn ekki hér lýst sem svona háum og fjarlægum, heldur einhverju sem til staðar á trúarferðalagi okkar, hvort sem að þú finnur fyrir því eða ekki, því að það snýst ekki að hafa kannski tilfinningu fyrir návist hans, heldur bara hann séðana, hvort sem þú veist það eða ekki. En hann varðveitir útgang og inngang okkar, hvort sem það í sorg og í gleði, að þá hann það til staðar. Og það ekki, og allt sem að getur komið fyrir, það þarf ekki að hafa ill áhrif á okkur, eða það kemst ekki inn í okkur og hann mun varðveita okkur fyrir því. Það mun ekkert sem að svo slæmt að það geti aðskilið okkur frá Guði og bara hans köllun í okkar lífi. Ég held að vandamál okkar að þegar það kemur stress, deiluna rísa á samskipt okkar við aðra verða rifrildi eða við gerum eitthvað heimst, við kannski viljandi gerum eitthvað fáránlegt sem við hefðum aldrei átt að gera og þá höldum við að nú sé drottinn kannski orðins pínu leiður á okkur að fara að hugsa einhverja betri einstaklinga. Það svona eiginlega trúa því að áhugi á Guðs dvíni og rísi eftir hvernig trúarlíf okkar eftir hvort það sé heitt eða kalt, eins og við getum haft áhrif á Guð með hegðun okkur og gjörðum. En Sálmurinn 121 segir að það sé ekki svo. Hann varðveitir útgöngu okkar og inngöngu gegnum alla hluti, héðan í frá og að eilífu. Kristna lífið, sem oft lýst sem ferðalagi, ekki svona flótta ferðalag frá heiminum yfir í himneska borg, heldur frekar ferðalag bara til Guðs og með honum meðan við erum hér. Sem pílgrímar hér í göngu okkar til Guðs, þá förum við nákvæmlega sama veg og allir aðrir, öndum sama loftinu aðrir, drekkum sama vatni, förum í sama bónusbúð, þegnar í sama ríki, lendum í sömu hættum aðrir, sama vesenni aðrir, við erum grafnir í sömu jörð og nákvæmlega allir aðrir. En kannski munurinn þessi að með sérhverju skref okkar og sérhverjum andadrætti getum við verið fullvissum að drottinn sé með okkar, vita að drottinn ferðist með okkur, svo sama hvaða slys eða áföll koma, mun drottinn vernda okkur frá henni illa og varðveita sálu þína. Með þennan helgigöngu sálm í hjartanu ómögulegt að vera súr á svipinn og niðurlútin eða hræddur yfir einhverju svona óendanlegri baráttu við ill öfl sem að geta hrækt okkur hvenær sem því að
Trúin ekki lýst sem bara einhverju svona handahófskennd hjálp frá einhverjum skyndiárásum, heldur stöðu og örugg reynsla með Guði sem heldur öllu illur frá því að komast inn í okkur, sem að vernda sál okkar og varðveitir inngöngu okkar og útgöngu héðan í frá og að eilífu. Við skulum lúta höfði í bæn. Kæri Faðir, þú sem ert okkar verndari og vakir yfir okkur, Drottinn, megum við ekki gleyma því. Megir þú leiða okkur og gefa okkur þá trú og traust af því að þú sért til staðar og við megum ganga hér hinn mjóa veg eins og Kristur sagði, vitandi það. Faðir, leiddu okkur með anda þínum svo við megum lifa vel og rétt í þessum heimi. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen.